Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki framleiða matvæli sem uppfylla þurfa væntingar og kröfur viðskiptavina og það mikið undir að vel takist til. Veiðar og vinnsla uppsjávarfiska skapa að jafnaði á bilinu 30–40% af heildarútflutningi íslenskra sjávarafurða. Fiskiðjuverin eru afkastamikil og tæknivædd og sömu sögu að segja mjöl- og lýsisvinnslur. Skipaflotinn sem sér landvinnslunni fyrir hráefni öflugur, svo og íslensku tækniiðnaður, en íslensk tækni áberandi í sjávarútvegi svo sem í fiskiðjuverum. Markaðs- og sölustarf þarf að vera ábyrgt og framsækið og efna verður samninga afhendingu hráefnis. Í þessu myndbandi kynnust við störfum á skrifstofum fyrirtækja sem vinna og veiða upp sjávarafurðir. Forstjóri Samherja segir að fjölmörg störf í sjávarútvegi tengist mjög alþjóðlegum viðskiptum. Menn allavega hér á þessari skrifstofu fara mjög víða og þessi starfa hér eru má segja allir í einhverjum tengslum við umheiminn, það að segja önnur lönd. Þannig að hvað sem að selja eða innheimta eða fjalla gæðamál eða hvað vilja maður fá. Og þetta sem hluti á þessu, það gríðarlegur fjöldi. Það að vera framlega inn á erlendar eins og verslunarkeðjur svo framvegis, það krefst á sig gríðarlega eftirfylgni og það kemur varðandi öll gæðamál sem dæmi og það kemur alveg ótrúlega mikið af fólki til Íslands sem að tekur út verksmiðjurnar, hvað að gera, svo kallar rekjanleika. Þannig að það eru allir í einhverjum samskiptum við útlönd. Þannig ég held að hef aldrei skiljað þetta alveg að ef maður að tala eitthvað alþjóðlegt þá það á Íslandi, eða sem sagt varðandi íslensk fyrirtæki, þá held ég að þeirra tækjafæra sé fyrst og fremst að leita í sjávarútvegum og tengdum greinum sjávarútvegs. Við kveðjum forstjóra Samherja og höldum til Fáskrúðsfjarðar. Loðnuvinnslan burðarásinn í atvinnulífi staðarins. Uppsjávarvinnsla ríkur þáttur í starfseminni. Fyrirtækið rekur meðal annars fiskimjölsverksmiðju, síldarsöltun, uppsjávarþristingu, auk útgerða skipa. Hlutverk skrifstofunar í rekstrinum margþætt og ákaflega mikilvægt. Skrifstofan algjört lykilatriði. Það öðruvísi fungerar fyrirtæki ekki. Það þarf að halda utan tekjur og gjöld og það þarf að skila öllum sköttum og skildum, virðisauka og staðgreiðslu og tryggingagjaldi og öðru. Og mjög nákvæmt að halda tekjubókhald og að allt verðmæti sem verður til í fyrirtækjunum að það innheimtist, þannig að fyrirtæki njóti síns afrakstrar. Ef það ekki í lagi þá eru fyrirtæki bara í mjög vondum málum. Við getum sagt sem svo að allt sem að skeður hjá fyrirtækinu, það framkallar fjárhagslegar skuldbindingar, annaðhvort tekjur eða gjöld. Og án þess skrifstofunar ekkert utanumhald tekjur og gjöld. Þannig að það má eiginlega segja að það engin hlutur hjá fyrirtækinu hvort sem að skip kemur og landar afla eða skip kemur og sækir vöru. Allt þarf það þarf að halda utanum tekjurnar, það þarf að halda utanum framleiðslu vörurnar og kostnaðinn við framleiðsluna og náttúrulega að sjá innheimtu að við fáum raunverulega peninginn. Því að það ekki nóg að rétta einhverjum síldafötu. Það skrifað á sem kostnaður eða seld vara. Það bara okkar hlutverk. Það alveg sama hvort að það stórt eða smátt. Það hefur allt sínar fjárhagslegu afleiðingar og það okkar hlutverk að halda utan að það. Launaútreikningur krefst nákvæmni enda kjarasamningar margir, svo og lífeyrissjóðir, hvort sem að ræða starfsfólk í landi eða sjómenn. Já, dæmigerð útborgun þannig að við borgum hér út vikulega og undirbúningur þess byrjar náttúrulega bara á mánudegi.
Þá fer ég út í vinnsluna, byrja á því á morgnana og safna saman gögnum sem ég hef með mig hér undir og fer svona að glugga í það, reikna út tíma og skoða skráningar og fleira og tek mér svona 2 daga í þetta, svona fram að hádegi og miðvikudegi, þá fer ég svona, þá vill ég vera búinn að þessu og get lokað launakýrslunni af því ég borga alltaf út á 50. Samkvæmt samningum þá er greitt út laun næst síðasta dag vikunnar. Þannig að ef að til dæmis er frí á 50. Sumardagurinn 1. eða allir þessi 50. frídagar, þá þegar ég borga út á miðvikudegi, þá það frista bara það fyrir sko. En svona er nú í rauninni ferlið. Það er ég tíni saman gögnin á mánudegi og þriðjudegi og klára þetta á miðvikudegi, eða sem klára alla afstemmingu og allt þetta. Þetta er náttúrulega svolítið föndur sko, sér í lagi þegar að er margt fólk. Ef er vertíð þá eru jafnvel skólakrakkar hér í vinnu og upp undir 150-60 manns viku. Þannig að þetta er dálítið sem þarf að reikna út sko. Vinna við uppsjávarvinnslum getur gefið vel í aðra hönd. Og þetta er uppgreipa vinna. Venjulegu vinnustund er náttúrulega bara frá 7 til 3, en þegar að vertíðin hvort sem að það er loðnuvertíð eitthvað, þá er bara unnið til 7-8 og allar helgar og bónusin hærri heldur en ella og svo framvegis sko. Þannig að vissulega er þetta uppgrip.